Þá tekur næst til máls hæstvirtur innanríkisráðherra Ögmundur Jónasson. Hæstvirtur forseti, á síðastliðnu ári tók Alþingi ákvörðun að efna til stjórnlagaþings sem hefði það verkefni með höndum að gera nýja stjórnarskrá fyrir Ísland. Þetta voru skiptar skoðanir í þjóðfélaginu og hér innan veggja Alþingis. Þó var rík krafa það, lýðræðisleg krafa, að þessi háttur yrði hafður á. En innan þingsins voru ýmsir sem töldu að við ættum ekki að bregða út frá þeim lögum sem við búum við og setja þetta verkefni einvörðungu í hendur Alþingis. Að Alþingi eitt ætti að hafa hér hönd í bagga. En hitt varð enga síður ofan á að efna til stjórnlagaþings og gefa þjóðinni tækifæri til þess að kjósa fulltrúa til að annast þetta verk. Síðan fengi Alþingi afurðina hingað inn og þetta yrði samtal milli þings og þjóðar. Það var ákveðið í allsherjarnefnd að það yrði sett í hendur stjórnlagaþingsins að ákvarða hvernig ferlið skyldi verða, hvað þetta snertir. Og þótt það hefði verið skiptar skoðanir innan þingsins, þá þótti mér það mikið gleðiefni hve góður andi myndaðist í allsherjarnefnd Alþingis þegar við vorum að ganga frá þessum lögum. Vegna þess að almennt, hvaða skoðun sem menn höfðu haft á málunum, þá vildu menn sýna lýðræðinu og þjóðinu virðingu. Og það var enginn alþingismaður og enginn stjórnmálaflokkur sem lagðist gegn þessu þegar til kastana kom. Síðan var efnt til kosninga og kosið til stjórnlagaþings. Nokkrir aðilar kærðu framkvæmdina og það fór til úrskurðar í Hæstarétti Íslands og sá úrskurður liggur nú fyrir. Og þann úrskurð ber að virða að sjálfsögðu og taka alvarlega. Hann hefur dæmt þessa kosningu ólöglega eða ógilda. En ég vek athygli á því að í engu tilviki telur nokkur maður á sér hafa verið brotið og enginn heldur því fram að niðurstaðan hefði orðið önnur þótt aðfinnsluefni Hæstaréttar hefðu ekki verið fyrir hendi. Lögin voru brotin, ég hef lesið þessa kæru. Ég að segja það, og þetta grundvallaratriði, að enginn einstaklingur telur að á sér hafi verið brotið og enginn hefur sýnt fram á að niðurstaðan hefði orðið önnur. En þannig var hnúta búið að mati Hæstaréttar að það var ekki tryggt að rétturinn yrði virtur til hins ýtrasta. Það er möguleiki fyrir hendi að leynileg kosning var ekki virt, þó að ekkert hefði komið upp sem benti til að svo hefði ekki verið. En þetta grundvallaratriði. Þegar að kveðið er á um lögmæti kosninga í kosningum til Alþingis og vísaði þær í 120. grein kosningalagana, 3. málsgrein, þá þarf það að hafa sannast að það hafi á einhverjum einstaklingi verið brotið til að kosningin dæmist ólögleg. En gott og vel, ég ætla ekki að fara út í þessa sálma, en ég bara að setja málið í þetta samhengi hlutana. Ég að halda því fram og að sjálfsögðu staðhæfa og staðfesta að niðurstaða Hæstaréttar stendur. Kosningin ógild, en ég að vekja athygli Alþingis og ég að vekja athygli þjóðarinnar sem fylgist með þessari umræðu og hlustar á hvað alþingismenn að segja hér. Ég að vekja athygli þjóðarinnar á því að á engum manni var brotið og að niðurstaðan
hefði ekki orðið önnur þótt annað fyrirkomulag hefði verið haft á. Og nú ætla ég að víkja að þeim þáttum sem hér eru gerð að aðfinnsluefni hjá Hæstarétti. Það er sagt að kosningin hafi ekki verið leynileg, að rekja mætti númer kjörseðils til kjósenda. Þetta er rétt. Kjörseðlarnir voru auðkenndir samkvæmt kosningakerfi sem við keyptum frá Bretlandi. Það er ekkert sem hefur komið fram sem bendur til þess að seðill nokkurs einstaklings hafi verið rakinn með þessum hætti. En það er alveg rétt. Seðlarnir voru auðkenndir. Pappírsskilrúm teljast ekki kosningaklefar í skilningi laga. Það er rétt. Töldust of lág. Og þá vísa ég til þess, vegna þess að við erum að ræða þessi mál og við erum að vísa til reynslu og framkvæmdar í öðrum ríkjum, í Bretlandi, í Írlandi, í Þýskalandi, þar sem að minni kröfur eru gerðar en Hæstiréttur er að reisa. Gott og vel, við virðum það. Við virðum niðurstöðu Hæstaréttar, en ég er að vekja athygli á þessu samhengi hlutanna. Í þriðja lagi er talað að reglu að kjósandi mætti brjóta seðil saman áður en hann færi í kassa hafi ekki fylgt til að tryggja leynd. Þetta eru hæstaréttardómarar ekki sammála, en meiri hlutin er á þessu máli. Síðan segir er vísa til þess að kjörkassar hafi ekki uppfyllt skilyrði laga unnt væri að læsa þeim. Þetta er rétt. Þeir voru ekki læstir, en þeir voru innsiglaðir og það mátti sjá á kössunum ef þeir voru opnaðir. Ekkert einasti kassi var opnaður samkvæmt þeim upplýsingum sem ég hef fengið. Þannig að aftur þarna var ekki brotið á neinum manni. Það var ekkert brot, en þessi möguleiki var fyrir hendi vegna þess að kassarnir voru ekki læstir. Síðan í 5. lagi þá er fundið að því að umboðsmenn hafi ekki verið viðstaddir við talningu. Það er rétt. Umboðsmenn hefðu þá átt að vera 525 talsins ef þeir hefðu allir nýtt sér þann rétt. Enginn krafðist þess að fá að vera viðstaddur kosninguna, en það má alveg gagnrýna þetta að sjálfsögðu. En það gerir Hæstiréttur það, og ég ætla ekki og er ekki að reyna að véfengja niðurstöðu Hæstaréttar, og ég ítreka að ég segja að sjálfsögðu er þetta niðurstaða sem við virðum. Þetta er niðurstaða Hæstaréttar. En við alþingismenn hljótum að ræða þetta samhengi hlutana, vegna þess að hér hafa einstakir þingmenn komið upp og reynt að færa þetta mál inn í allt annað samhengi, að ríkisstjórnin sé að bregðast hlutverki sínu, að hún rísi ekki undir ábyrgð. Ég vísa þessu algerlega til föðurhúsa og hvet fólk til þess að taka þátt í þessari umræðu á málefnalegri hátt en hér er verið að gera. Og ég vísa til þeirrar, og ég vísa til andans sem var í allsherjarnefnd Alþingis síðastliðið vor, þegar við afgreiddum þetta mál frá okkur mótatkvæðalaust, og í þeim anda að það ætti að virða lýðræðislegan vilja í landinu. Það er það sem við sammæltumst og við skulum halda áfram á þeirri vegferð, en ekki halda inn á þær brautir sem heyrist einstaka þingmaður vera að halda inn á.